Góðan daginn, kæru vinir, og velkomin. Við erum að fara í einhverja ferð sem að Drottinn leiðir okkur til og eins og fyrr höfum við góða reynsla því sem að þá mun gerast og tilhlökkunin því fyrir hendi. Við elskum Jesú og leið elskum við fólk, en samþykjum ekki allt sem fólk gerir, sem allt annað mál. Við höfum okkur í lagi. Við berum ekki ábyrgð á því hvort menn sjá eitthvað, en við vitum, og Drottinn staðfestir það, að verk okkar séu í trúgjörð, og verk sem í trúgjörð í sannleika unnin, myndu það. Þannig að menn sem tilenga sér Jesú Krist hafa leið tilengað sér sannleikan, og sannleikurinn stórmerkilegt fyrirbrigði og í raun og veru vantar okkur ekkert í þessum heimi, þessum allsnægtar heimi sem við erum blessuð af og við þökkum fyrir það. Okkur vantar í raun og veru í dag ekkert nema sannleikan. Það ekki rétt hjá mig. Sannleikurinn hrópar á okkur, hann eftirtektarverður og hann eftirsóknarverður, en ég þarf að iðka hann. Ég þarf að vera undir honum. Þannig við sjáum að við getum ekkert bara gert hvað sem er. Jú, öll höfum orðið fyrir ranglæti, og ég bara spyr á móti, hver hefur ekki þurft að glíma við það að einhverju leyti? En maður getur líka spurt, en hvað með það? Svona lífið. Svona vegna þess að mannkyn fallið. Það var aðskilnaður við Guð í aldigarðinu metin, og það hefur aldrei bæst. Það bættist jú með Kristi, en bara hálfgildings komið í lag, vegna þess að það sem á að gerast, endatímarnir við köllum það, ekki enn komnir. Á meðan að endatímarnir ekki koma og þessi nýja Jerúsalem stígur til jarðar, að þá munum við þurfa að kljást við allt sem við erum að kljást við í dag. Og meira, því að reikningin kennir, og ég trúi því og tek mark á reikningunni, að þetta muni bara versna. Mér minnist að orð sem ég las einhvern tímann sem að Martin Luther, sem stofnaði kaþólsku lútersku kirkjuna, sagði, og hann var uppi fyrir milli 14 og 1500, ekki rétt hjá mér. Hann sagði, frá þessum degi getur þetta ekkert nema versnað. Og hvað hafa fyrir sér í því? Sömu Biblíu og ég að lesa. Það stendur þar. Frá þessum tíma getur þetta ekkert annað en versnað, því að það eiga eftir að koma fram spádómar það hvernig þetta verður og svo framvegis, en ég hef daginn í dag til þess að þjóna Guði, og ef ég ætla ekki að gera það í sannleika, í hverju þá? Ég verð að lifa í sannleika, og ég ekkert bara að tala mig, ég að tala okkur sem að trúum á Jesú Krist, og ég veit að margir eiga til einlæga trú á hann. En sumir kannski ekki alveg eins einlæglega trúaðir og þeir eitt sinn voru. Þeir geta alveg orðið það. Kannski voru þeir aldrei þessir einlæglega trúuðu menn sem við heldum. En það ekkert mitt mál. Það þeirra mál. Því í dag þurfum við öll að standa frammi fyrir lifandi Guði. Og þá ekkert eitthvað sem ég held að hefði gerst eða skeð. Það bara kemur með sannleikan. Svo spyr hann mig hann, og mér vefst tunga tönn. Þess vegna býður hann mér, Konráð, vertu í sannleikanum í dag, að þá þú með allt þitt á hreinu. Og þú gengur þegar að þessari stund kemur, og þú veist sem trúið manneskja að þessari stund kemur, bara gengir hnarreistur í gegnum þetta allt saman.
dagurinn í dag, hann sker úr. Ef þú heldur að ég hafi ekki orðið fyrir neinu vonbrigðum með eitt og annað eftir að ég komst til trúar, þá veist þú bara ekki neitt. Þú kannski hefur orðið fyrir alveg skelfilegum vonbrigðum og ég er ekkert að neitt efast um það. Ef þú heldur að aðrir hafi sloppið, þá veist þú ekki neitt. En þó að menn verði fyrir vonbrigðum, þá er ekki þar með sagt að þeir bara gera einhver ósvinnu. Vonbrigði þurfi ekki endilega að kalla á það, en þau geta alveg gert það. Þannig að þú þarft alltaf að vinna úr, og akkur heldur þú og ég og við höfum fengið trú. Akkur fengum við Biblíuna, akkur fengum við orð Guðs. Það er einmitt til þess að mæta með inn í deginum, til að við tækju guðlegar áætlanir og ákvarðanir og lifðum áfram í þessum sannleika sem Guð er að reyna að koma til okkar. Og hann er alveg einfærum og alfærum að koma því svo í kring að það verði. En ég verð að vera með, ég þarf að vera samstíga honum. Er ég það? Það er nú það sem ég er að reyna. Og það er það sem ég er að hvetja aðra menn til að gera með mér. En þeir náttúrulega taka bara sínar ákvarðanir. Ég ræði engum neinar ákvarðanir hvorki hjá þér eða öðru fólki, en ég ræði allar mínar ákvarðanir. Þess vegna vil ég, prívat, lifa í sannleika Jesú Krist. Að ég geta. Ég er alveg jafn hæfur og þú og allir hinir til að gera það. Því að minn heilagi andi býr í brjósti mínu og hann er ekkert máttlausari í mér heldur en hann er í þér eða neinni annari mannesku. Hann er bara heilagur andi, gjöf frá Guði. Sama gildur trúna. Trúin er bara eitt stykki sem ég fekk, sem þú fékkst, jafn stórt stykki í báðum tilvikum. Þannig að trúin er ekkert meiri hjá mér heldur en hjá þér og heldur ekkert minni. Hún er bara eins. En það er síðan á mínu valdi hversu öflug og stór hún verður. Og það er dagurinn í dag sem að getur bætt við þetta afl trúarinnar, en við verðum þó að gera það í þeim sannleika sem Drottinn er að bjóða. Við þurfum að lifa í sannleikunum. Hefur eitthvað að velt fyrir þér í raun og veru hvað er sannleikur? Við vitum að það hefur vafist fyrir mörgum þetta orð sannleikur, en sannleikur er einhvað sem er raunveruleiki, sem þarf að vera og allt annað á að byggja á. En gerir það? Því miður verður maður nú að segja það, nei, það gerir það ekki. Og birtingamyndin er út allt. Hvaða sannleikur er það sem að ungmenni vestur í Bandaríkjunum lifir við, sem að tekur einhvern hólk, margskota hólk og bara skýtur í hópa af fólki og það liggja 18-20 manns í valnum eftir. Í hvaða sannleika lifir slíkur drengur eða slík manneskja? Og hvernig er umhverfið sem að hann er í? Hefur það enga ábyrgð? Við verðum að athuga það að uppeldi með foreldur, mömmu og pappa, þetta er allt saman í skötulíki. Af hverju? Að þau erum svo miklir eigin hagsmuna seggir. Við erum fólk sem viljum lifa og leika okkur. Og það er ein kennslan sem hefur gengið, lifðu og leiktu þér. Ég á að lifa og leika mér. En það er tími fyrir þetta allt. En ég er líka hérna til annara verka. Ég er líka hérna til að lifa og leika mér, auðvitað. En ég er líka hérna til þess að byggja upp samfélag sem má verða til góðs. En þetta hefur svolítið verið hornirreka í þessum samfélagum. Og við erum alltaf að benda á stjórnvöld, við erum að benda á þetta og hitt, sem eiga að gera þetta fyrir okkur. Við bara mótmælum ef við fáum ekki nóg af þessu og hinnu. En svo höldum við áfram þessu milli sem við erum ekki að mótmæla að bara lifa og leika okkur. Við erum ekki hérna bara til þess að lifa og leika okkur. Við erum hér auðvitað til þess að lifa og við erum hérna til þess að leika okkur, það er engin spurning. En hlutverkin eru svo miklu fleiri.
Hvað með góða framkomu? Hvað góðan fjölskyldu faðir, móðir sem ann og elskar heimili sitt, annast börnin sín og elur þau upp í ráðvendni og kærleika? Hvað með það? Hvað að gerast þar? Það alveg ljóst hvað að gerast og ég skal segja þér hvað það að gerast þar. Þetta heimili að framleiða, það nú tískuorð í dag, framleiða einstaklinga, hæfa einstaklinga til þess að vera innan manna fólk. Þetta allt saman þjálfunar atriði. En við erum með svo ríka hugsunum að lifa og leika okkur, þá erum við svo lítið þarna. Við sendum kornabörn inn á dagheimili og þessi blessuðu börn, kornung, eru borin út í vöggujafnir, ég segi það nú kannski ekki, en svona uppbundið það, og þau eru vistuð á þessum heimilum. Ég ekki að segja að það sé ekki vel farið með þú þar, en þetta ekki þeirra heimili. Þau alast upp með jafnöldunum sínum og einstaka fullorðin hann inn á milli, en hvað mamma og pappi? Þau eru að vinna og svo koma börnin heim, kannski svipað leyti og foreldrar hann að koma, og þá þarf pappi að fara í sportið sitt, hvort sem það golf eða eitthvað hlaup eða hvað sem það og mamma að fara að gera eitthvað nú, þetta hitt einhverja vinkonu sína í einhverjum klubb og barnið svona afskipt og það elst ekki upp við þetta öryggi foreldra. Af hverju? Að því það búið að beygla svo margt sem átt að vera beint, það ekki lengur vegna þess að við höfum beyglað það. Allt vegna þess að trúni áfátt. Og við þetta kristna fólk, verði ég nú að segja, erum ekki svo mikið að benda á þessa þætti, en þetta eru mikilvægir grunnþættir til þess að samfélagi sé samfélag með stórum staf, stendur undir nafni með öðrum orðum. Heimilin þau eru hornsteinn, þau eru gjöf frá Guði, fjölskyldan gjöf frá Guði, maður yfirgefur föður og móðir og gengur að eiga sína eigin konu. Sem sagt, þú stofnar fjölskyldu þú stofnar til sambands við manneskju, karl eða konu. Ef þú ert kona þá stofnar þú til samfélags við karl og öfugt. Og út úr þessu, ef allt eðlilegt, kemur barn og svo börn, einstaklingar sem þurfa að sýna athygli, sem þurfa að sýna þjónustu og þú átt að veita þeim þessa þjónustu sem foreldri. En að því að við erum búin að búa okkur til samfélag sem að svo mikið byggir á veraldlegum efnum, að þá hef ég svo lítinn tíma í þetta verkefni. Og hvað verður til þá? Jú, barnaheimili, og þar eru þessi börn, og það varla til það barn sem þekkir ekki þessa stöðu. Ég þekki ekki þessa stöðu. Það voru til dagheimili þegar ég var krakki, en það var bara svona einstaka foreldri sem notfærði sér það. Alla jafna þá voru við bara heima. Leikum okkur með okkar fólki, leikfélögum. Og það var eins með þá að þeir fengu sína þjónustu heima. Þeir voru skikku til að koma á okkur tíma að kveldi dags. Og hún alltaf borðaði í hádeginu líka og þá komu krakkarnir og þau voru búin að stilla klukkuna sína inn á þetta. Og þá gengu þau að mat og drykk eins og hver vildi og svo fóru þau bara út aftur. En þau áttu þetta til. Og þetta eru gersemar sem að ég þekki, geti talað af reynslu. Það voru góðir tímar, en ég þekki ekki hitt. Og ég nokkuð viss það, ef ég hefði þá reynslu, þá væri reynsla mín á þessum tímabili, því
erum við ung og öll erum við börn einhvern tímann, væri allt önnur en ég að tala hér þakka ég fyrir það að hafa ekki reynt það. Ég ekkert að þakka neitt fyrir það, ég veit ekkert hvað hitt það allt saman eftir að ég verð fullorðin maður sjálfur. En ég segi það að það var rekinn fleygur inn í heimilið. Af hverju? Af því að trúnni áfátt. Við erum ekki lengur að miða við grunngildi þess sem orð Guðs hefur að segja. Og það að hafa áhrif, það að hafa afleiðinga til slæmrar áttar. Við erum ekki að vísu að sjá þetta, af því við erum orðin svo vön hinu og hrópin til að mynda þegar menn að koma og mótmæla ekki neitt í þessa átt. Tökum inn guðlegu gildin aftur, þau eru í allt aðra átt. Við öskurum hvort og annað á yfirvöld, það alltaf vera mótmæla þeim vegna útlendinga sem eru og með allir virðingu fyrir þeim. Þetta mikið af svo gott fólk og ég þekki mikið af útlendingum og hef umgengist mikið af útlendingum í gegnum síðustu 20 ár minnstakosti, og ég hef ekkert nema gott þetta fólk að segja. En við erum þarna svolítið mikið. Við erum ekki með spjótin á okkur sjálf á stöðu heimilis sem grunnurinn á öllu öðru góðu, og framleiðsla heimilisins miðar ekki við það endilega fyrirfram að skila af sér gegnum þegnum. Auðvitað viljum við öll að börnin okkar séu góð og þau verið góðir einstaklingar, en grunnurinn sem þau fá í það mál heima. En það allt saman búið að stinga í það fram og tilbaka, og það vandi sem við að eiga, sem við munum þurfa að kljást við meira, og það eina af ástæðum þess, en ekki talað en þess að menn sjá þetta ekki, að ungviði í Bandaríkjunum aftur og aftur gera slíkir morðingjar að annað sem ekki þekkst. Þetta kannski eitthvað smávegis undirbúið. Þetta bara venjulegt fólk sem að orðið öskrandi óánægt inni sér, búin að hleypa að sér alls konar hið innra með sér, og svo einhvern veginn jafnvel það að það miklast af þessu. Þetta verður eitthvað töff, en náttúrulega bara ömurlegt. Þetta veruleiki dagsins, og hver þrætir fyrir þetta? Þetta það sem ég sem trúað manneskja á að tala Ég lít svo á að það sé skylda mín að tala þetta, benda á þetta, vera í þessu. Ekki endilega í hrópunum að ellilaunin hækki, þau mega alveg hækka. Ég alveg til að vera með þar, en ég mun ekki gera það neinni 8 stöðu. Þarna komum við aftur að allt öðru máli, sem að mörgum finnst algjör þvæla að vera að tala vegna þess að þetta blessaða fólk og ágæta fólk á ekki sam og ég, hvað og ég? Já, orð Guðs, já, heilagan anda, já, það sem Biblían hefur að segja, og þetta ekki bara mín einkaeign. Við getum öll eignast þetta, en við verðum að sækjast í þetta, við þurfum að leita eftir þessu, og við verðum líka að sjá að þetta sé það sem á að koma, þurfi að vera. En þarna hula fyrir, slæða fyrir, þarna algjör blinda, og við viljum ekki fara þessa leið, af því einfaldlega þekkja hann ekki, og það eðlilegt. Það fer engin leið sem hann þekkir ekki. Þú þarft að þekkja leiðina. Það hlutverkið okkar sem trúum að vera með allavega þessa umræðu uppi. Það engar skipanir. Guð skipar engum og ég ekki heldur. Ég hef ekkert leyfi til þess. En ég hef allt leyfi til þess að benda á það sem hefur reynst mér best af öllu. Já, við vorum að tala það hér upp að ég ekkert öðru sem þú, og ég hef orðið fyrir alls konar vonbrigðum, og lífið og manneskjur hafa oft verið ósanngjarnar í minn garð, en samt ég hér að lofa Guð
að því að trúin, að því hún fekk að vaksa og ég að reyna trúna, fekk augum minn af þessu. Og ég segi hégómi, ekkert kannski neitt sérstaklega skemmtilegt, en þetta er hégómi. Og ég vil ekki tala þetta, ég hef engan áhuga fyrir því, en ég hef mikinn áhuga því að tala lifandi Guð, ekki bara lifandi Guð, heldur sem lausn, með leiði sem eru farsælar, sem eru góðar, sem eru ekta, ekki einhvað sem að ég er uppi hipsum haps. Hann lagði niður grunnstoðir, hann gaf niður fyrirmæli og sagði að maður yfirgefi föður og móður og gangi að eiga sína eigin konu. Þannig eru konið 2 einstaklinga sem munu geta af sér börn, aðra einstaklinga sem tilheyrir þeim, sem að þau þurfa annars, þau þurfa að sjá þó af elda ofan í svo framvegis og leggja til lífsreglur sem að eru góðar lífsreglur. Foreldrar eru mislagðar hendur, það er alveg rétt, en þau, ef þau eiga til trú, þá hafa þau huggara og aðstóðara sem er heilagur andi. Þannig að þau, ef þau vilja og hafa trú á því sem að Biblían segir, geta frætt börnin sín þar og auðvitað verið sjálf undir aga og reglum orðs Guðs og trúar sinna. Þannig að þetta þarf allt auðvitað að haldast í hendur. En þetta er leiðin. Þetta er það sem að hefur verið hoggið í alls svakalega. Og þetta er afleiðing þess að við erum að fá alls konar fréttir börn, börn, fólk innan við 20. Það bara gengur vopnast og svo bara skýtur það út í loftið. Það er 18-20 mann sem að liggja dauðir eftir. Svo náttúrulega endar þessi einstaklingur ævi sína með kúlu í líkamannu sínum, dauð manneskja, 18 ára gamall. Meina, þessi manneskja hefði geta orðið nýræð. Þessi manneskja hefði geta orðið þvílík blessun svo mörgum, en hún valdi þetta. Sjáum við ekki illsku í heiminum? Við sjáum hana jú, og hún hefur ekkert farið. Og þegar hrópin byrja, þá er það alltaf sömu, það er alltaf sama niðurstaðan, það er alltaf bara krassað ofan af. Við segjum burt með vopnin. Það getur vel verið að það sé lausn að einhvern veginn að hindra menn í að komast að þessu. Þeir geti ekki bara farið við skulum segja að það séu 2 búðir hann, önnur er skóbúð, hinn er vopna sölubúð. Þú ferð til hægri og það eru skór, til vinstri eru vopn og þú, við fórum byssu núna og þú ferð þangað og þú ferð út með byssu. Hvað þú ætlar að gera við hennar veit ég ekki. Það er ekki svo sem allir sem að hugsa eitthvað illt sem að kaupa sér vopn, það eiga margir vopn og nota þau rétt og allt saman það, svona flestir oppimanna geri það. En ég veit ekki hvort að þetta er lausn að bara stoppa þetta. Það getur vel verið að koma með einhverja hindranir og bremsur á að menn geti keypt sé leið, ég bara veit það ekki. Þau er aðtúað það að Bandaríkjamenn til dæmis, þeir eru svo merktir vopnum að það tekur örugglega talsverðan tíma fyrir þá að snúa ofan af þeirri þróun. Við getum bara hort hérna til Ísland. Við erum land til að mynda einkabílsins. Er það ekki rétt hjá mér? Og það var nú ekki gengið neitt sérstaklega vel að fá fólk til þess að nota reiðhjólin sín og strætóna. Það er eiginlega bara vonlaust verk að gera þetta. Því að einkabíllinn, og við erum svo löt, hann er bara verður ofan á. Ég er einkabílsmaður og ég noti ekki strætó, reyndar hef ég notað strætó, en ég held ég að vona ég þurfa ekkert að vera að gera það mikið. Ég kann vel við að nota einkabílinn. Þannig við sjáum þetta er þjóðin Íslendingar í hnotskurn. Þetta er svona stóra myndin sem við höfum og við sjáum tilraunir í þá átt
að breyta þessu yfir í spórvagna, yfir í alls konar vagna sem enginn að nota eða fáir, ekkert mikið notað. Einkabíllinn það sem það eins með Bandaríkjamenn. Þar hefur verið frelsi í vopnum og fullt af verslunum sem eru bara með vopn til sölu. Þetta tilheyrandi þeirra standard. Rétt eða rán. Við getum líka spurt bara, rétt að vera með einkabílinn svona hátt upp eins og við Íslendingar? Það eru alveg örugglega til jafnmörg svör við þessu svo menn og fólk sem spurt. En þetta í okkur svona. Og við vitum að þetta tekur langan tíma að snúa ofan að þessu eða yfir höfuð text. Það sama með hitt. Þetta bara einhvað sem hefur komist á þar og það verður jafn erfitt fyrir Bandaríkjamenn að snúa ofan á þessari þróun. Það ekkert sjálfsagt mál að gera það. Við getum verið sammála það að það veri betra. En það þarf þá að snúa ofan af öllu þessu kerfi. Og þá eru við konir svolítið á annan stað með þessi mál. Þannig að þetta ekkert endilega einfalt mál. Og svo núna verða þessi verk og það fann náttúrulega allir alveg bara í skelfingu. Það speinst upp ykkur umræða það. Svo dettur hún niður vegna þess að hitt eru svo greift, eru svo fast fyrir. Það alltaf annarslega verið að hreyfa við einkabílsumræðinu á Íslandi. Hún fer alltaf í sama far vegna þess að hann svo greiftur í hjartatetrið okkar. Við erum ekki tilbúin til þess að beygja neitt af það. Þó að viss hagkvæmni sé í hinu, það má alveg gera það, staðfesta það og einkabílinn dýr í rekstri, það geta allir menn samþykkt því að flestir á okkur erum og rekum einkabíl. Þetta ekki aðalatriði, segi ég. Orð Guðs aðalatriði. En þá undir högg að sækja. Orð Guðs aðalatriði að svo mörgu leyti. Hvað gerir orð Guðs? Það setur okkur í lykilstöðu svo margt. Bara eitt sem ég get nefnt núna þolinmæði. Það ekki eitt af því sem að heiminum vantar? Þolinmæði. Við getum beðið. Ég meina að orðinu bíða. Þó það sé erfitt og allt saman það og við kannski ekki barnana bestir þar. En þá eigum við þetta til. Og við fáum hjálpið þetta verk. Og hvað heitir hann sem hjálpina veitir? Hann heitir Jesús. Akkurju? Að því að við trúum á hann. Við vitum af honum, við vitum hann jafn raunverulegu mér og þér. Þannig það engin spurning það hver hann hjá okkur, hjá mér, hjá þér sem að þekkir sama Jesú og ég. Þetta verkið. Þetta verkið. Það að mæra það sem Drottinn mærir. Og þá eru við komnir að fjölskyldunni. Þá eru við komnir að hlutverki mömmu og pappa. Þá sem uppalandur. En þetta allt saman í skötulíki. Skólinn á að ala upp börnin. Skólinn á að kenna þeim, já líka það sem að foreldrum færi best á að kenna. Foreldrar vita margt hvað barninu sínu fyrir bestu. Þegar hver þekkir raunverulega sitt barn betur en faðir eða móðir. Þau eru búin að vera með þessa einstaklinga frá því að þeir fæddust. Þeir eru búin að vera með sögð í þeim kannski, já, og vita alveg tilfinningasveiflurnar hjá þeim. Og þau deila af sinni reynslu til þeirra og gera það við þetta. En gera kannski ekki nóg til þess að byggja undir þeirra líf gott veganesti. En það foreldrum ætlað. Hver sem foreldrið þá þeim ætlað þetta.
Þannig við sjáum að þetta ekkit óvinnandi vegur og við sjáum líka að með framkomu okkar og aðgerðum höfum við ýtt svo mörgu til hliðar og farið með sjálfu okkur út í tóma þvælu með svo margt að því að trúnni áfátt. Það ekkit annað svar inn í það mál nema þetta. Við erum með alls konar sérfræðing og ég elska sérfræðingin, það ekki málið. Hann er alltaf fyrstur sem talað við. Hann maðurinn eða manneskjan með vitið. Ég ekki að segja að það sé ekki vit. En hvað með hann venjulega mann sem bara deilir reynslusni, segir reynslusögu sína og þar með ykkur og glóru í því sem hann að segja? Hver veit ekki einhvað? Hver getur ekki sagt margar sögur af sínu lífi þar sem hann reyndi og hann læriði og varði jafnvel vitur manneskja af? Ég hef verið með vitur fólki og ég nú svo heppinn að ég hef alltaf lent með svona bæði góðum verkmönnum og það var nú bara vegna þess að ég sá þá út hverju voru þess verðir að halda sér við. Ekki svo að skilja að þetta væri eitthvað betri menn en aðri menn, en ég sá að þeir höfðu verkþekkingu og ég hef alltaf verið hrifinn af því að eiga til ákveðna verkþekkingu og hverjir voru betri til þess að gefa mér þessa verkþekkingu nema fólk sem var að gera ykkur og glóru í því sem það var að gera. Ég sá að handtökin voru góð og þeir unnu þetta eins og menn að viti fannst mér og þetta vildi ég gera. Þannig að maður náði tökum og mörgu og telur sig í dag alveg ágætis verkmann að mörgu leiti eða í því sem maður tekur sig fyrir hendur. Og þarna kom lærdómurinn. Hann kom bara manninu við hliðin á mér sem ég sá að var að gera þetta eins og ég mat með viti og visku. Þannig þetta allt í kringum okkur, en á hvað erum við að horfa? Við hvað erum við að miða? Töffaran sem að, liggur á bakkinu og segir brandara og rífur kjaftu allt og alla. Það getur vel verið að þetta sé heillandi fyrir einhvern. En ég lofa þér að sá ekkert að gefa það neitt gott veganesti fyrir lífið. Hann aldeilis ekkert að því, en þú auðvitað ræður að hverjum þú sogast. En ég segi, sogastu að Jesú. En þú þekkir ekki Jesú og þar ég kannski segur. Kannski mætti ég segja meira frá Jesú, kenna meira það sem að Kristur að gera og segja frá. Við erum seg líka þetta kristna fólk sem að sitjum á þessari reynslu okkar og þekkingu sem svo margir geta notað og svo mörgum vantar. Samfélagin í hnotskurnu vantar þetta. Stjórnkerfinu í heilsinni vantar þetta. Stjórnmálamönnunum sem að stjórna og stýra þessu landi, þeim vantar þetta. En þetta til og fullt af fólki sem veit þessar leiðir, en þeir kannski næri ekki eyrum að þeir segja sjálfur. En fyrsta skrefið bara tala út. Já, veistu af hverju? Við stóran Guð og hann gerir það sem maður vill og það aldrei að vita nema noti þín orð í Jesú nafni til þess að breyta hlutum og þær breytingar stærstu og merkilegustu sem hafa orðið að Guðs völdum. Þannig ekki þegja. Láttu í þér heyra í Jesú nafni. Það þér ætlað. Vertu fyrirmyndað því leiti til, sértu foreldri sem ég veit að margir eru, þó ég sé það ekki, ég á engin börn. Gerðu þau stuðlaða því að þau verði vænar manneskju. Láttu þitt heimili framleiða vænar manneskjur sem akkur í fyrir samfélag, fyrir umhverfi, fyrir þau sjálf. Þetta býr allt að fyrstu gerð. Þetta ekkert flókið.
En þetta flókið orðið vegna þess að við erum búin að tapa grunninu. Við erum komnir eitthvað allt annað með okkur sjálf, sem ég segi bara, við erum komið svo mörg út í móa með okkur sjálf. Já, það er ekki gott að fara með sjálfans út í móa, en þangað getum við öll farið. En þú þarft þess ekki, hvorki ég að þú velur, ég ætla heldur að þjóna Guði. Ég hef séð margt gerast í hennum kristna heimi og stundum hef ég sagt það sem eitthvað leiðindi hefur gerð, ég hef sagt við mig, þangað vil ég ekki fara. Og ég hef líka sagt við mig, sem er fyrir mér mikil speki, að úr því að þessir menn gátu farið með sjálfan sig þangað, að þá ætla ég ekki að velja þessa leið. Úr því að þeir lendi í því, þá get ég vel lendi í því. Og þetta er viss speki, því að nákvæmlega svona er þetta. Því að ekki er ég merkilegri öðrum mönnum og heldur ekkit ómerkilegri, en ég get valið. Þeir völdu og þeir eru þar sem þeir eru í dag af sínu vali. En hér er ég að þjóna Guði vegna þess að ég hef valið hann. Og þetta er það sem ég vil skilja eftir. Þetta er það sem ég er uppálagt að tala já, segja við þig og sjálfa mig, því að þetta náttúrulega er líka til sjálfa mín og ekkit minna til sjálfra mín en annara. En grunnstóðirna sem við getum byggt samfélagið á og okkar eigi líf og heimili eru frá Guði komnar. Já, við vorum að tala það gott orð, að heimilið fá að framleiða það sem heimilið á að framleiða. Og heimili á að framleiða engum og sérilagi frá sér góða þegna sem eru góðilmur samfélagsins, umhverfisins og auðvitað þeirra sjálfra. Þetta er allt saman frá heimilinu. En þetta er allt saman meir og minna farið forgörðum vegna þess að viðmiðin eru allt önnur. Hver umræðan í dag hefur verið síðust áratugi og snýst fjármál. Við kaupum okkur happdrættisvinning. Í hvaða von erum við að kaupa þennan happdrættisvinning? Til þess að fá grilljónir af peningum. Og hvað ætlum við að gera þessa peninga? Við ætlum að bæta okkar líf með þessum peningum. Það er hugsunin. Það er besta bæting lífsins, og það veit ég að þú tekur undir sem þekkir Jesús, er Jesús. Þú veist ekkit hvað fólk sér, en þú veist hvað þú átt og talaðu það sem þú átt, því þú veist að þetta er það besta. Drottinn sér allt, það er mín reynsla. En mitt verk er að tala Jesús, kenna verk Jesús og þetta byggja líf mitt á því sem að hann er að segja. Og það ger ég vegna þess að ég finn ekkert betra en það. Ég er náttúrulega sopið margar fjörunum svo þú, en ég stend á kletti aldana sem heitir Jesús og ég segi þetta er besti staðurinn sem ég hef hingað til farið á og komist á. Og akkur ætti ég að velja eitthvað annað vitandi og er sannfærður að þetta sé það besta. Og ég ætla ekki að vera eigingjarn og hef ekki verið eigingjarn og ég er að láta þau vita af því hvað mér hefur reynst best. Og hann heitir víst Jesús og hann heitir Jesús. Það sem er mér best getur líka verið þér best. En þú eins og ég þarf að sjá það vegna þess að þetta snýst þitt líf. Ég veit hvar mitt líf er, en ég veit ekkert hvar þitt líf er og kannski veistu það ekki heldur á hvaða stað þú ert. Ég held að þessi ágæti einstaklingur sem að tók fram hólkinn sinn og fór inn í skólan og drap 18 eða 20 manneskjur hafi ekki vitað né átt að sjá hvar hann í raun og veru var staddur með sjálfan sig. Ef við vitum að hann var í dýpstu myrkru. Það er til ljós og það er til myrkur. Akkur fór hann með sig niður í dýpstu myrkur? Af einni ástæðu, hann valdi það sjálfur. Aðstæður þannig komið þannig til vegar að hann grófst meira og meira niður í þetta myrkur.
aðstæður hefðu verið vel geta orðið á annan veg. Hann fór með sjálfansinn í birtuna og óks í þessari birtu. Einn og sami maðurinn er þarna. Ég hlýti að benda mönnum á Jesús sem er mynd af ljósi. Meira get ég ekki gert. En þetta tel ég vera það sem sé skylda mín að gera. Og með Jesús erum við svona að búa okkur til svolítið aðra mynd af öðrum viðmiðum. Núna er ekki viðmiðin 1, 2, 3 fjárhagur. Þau eru þarna með, en viðmiðin eru orðin miklu guðlegri þessu. Og við fáum orð til okkar sem fylgja okkur, sem segja við mig, Konráð, Guð mun vel fyrir sjá. Og eins og ég oft talaði að þá er ég nú búin að vera trúaður í yfir 30 ár. Og þetta hafa verið viðmiðin til þessa dags. Og ég lofa þér því að ég hef líð engan skort. Að því ég blessuð manneski af lifandi Guði. Að því ég valdi hann. Ég valdi birtuna. Sumir velja myrkrið. En þeir fá það sem þeir velja, mundu það. Þú bara leiðist ekki þangað að hinga. Nei, þú velur það sjálfur. Ég vel að vera í birtunni. Ég vel að vaksa í birtunni. Og þetta ætla ég engan að láta taka frá mér. Ég tók ákvörðun þegar ég sá menn hrynja á stalli sínum. Ég sagði, úr því að þessir menn geta farið svona með sjálfan sig, þá ætla ég ekki að fara þessa leið. Hafi þeir getað, þá get ég það líka. En ég sagði, nei, ég vill ekki að þetta gerist. Og það varð ofan á. Og þetta verður ennþá ofan á. Ég oft þurft að segja þetta við mig. Ég minni mig á það að ég er bara veiklundu manneski eins og þetta fólk. Og ég get verið í birtu áfram og ég get farið með mig niður í dýfstu myrkur. Og þar sem allt þetta ljóta gerist. En ég vill það ekki. Þetta er þetta hvatningin til þín það að fara ekki þessa leið. Og líka áminningum það þú getur það. Svo er eftir spurningin yndislega, hvað viltu? Hvað viljum við? Ég er að benda hér á Jesú. Ég segi við sjálfa mig, ég vill hann. Hvað þú gerir er þitt val. En núna kannski hefur þú svona smá möguleika á möguleikum. Ef engi segir, þá eru ekki möguleika fyrir hendi. En núna hefur heyrt Jesús, þá er komin upp valmöguleiki. En þitt að velja. Þannig að það er okkar skylda að setja fram þessa möguleika. En það er ekki að skipa neinum eitt eða neitt og það veistu vel. Því að þverhausinn í þér kemur strax upp. Og við eigum það nú erfitt að eiga við hann og hver veit ekki þetta. En við hefum ekki að segja þetta bara gott í dag og Konráð þakka fyrir sig og hefur örugglega sett fram eitthvað sem er mjög áhugavert. Það tel ég vera, í Jesú nafni.